Þarna kynnti landsliðshópinn í dag, þetta alltaf sami hausverkun? Já, en kannski aðeins að minnka. Þetta orðin ákveðin kjarni núna sem við erum að leitast eftir og þarna sem er búin að standa sig mjög vel og svo detta alltaf einhver út vegna meiðsla og það fram til göttunum. En hópurinn þetta skipti er mjög vel balansera, hann er góð í jafnvægi og þarna við erum búin að fylla í alla stöður með 2 leikmönnum. Þannig að ég er mjög ánægður með hann. Jói og Hörður koma inn reynslumiklir menn báðir tveir? Já, þeir hafa svona, ef maður má sletta, svona been there and done that. Þeir hafa verið bæði nálægt að komast á HM og líka komist á HM og EM, þannig að þeirra reynsla verður dýrmætt í þessum glugga. Þetta verður trikki, þetta verður spennustuði verið hátt. Leikmenn vilja gera vel, vilja meina vel og vilja leggja mikið á sig, en stundu það líka aðeins að hafa andlega hlutin í lagi og vera minnuð þess hvað þarf lítið til allt farið til fjandans og svo náttúrulega eru bara báðir ennþá frábærir fótboltamenn, þannig að ég hlakka til að sjá það. Hvernig er bara svona staðan á Herði líkamlega? Mjög góð. Hann fann sitt lið, tók lengri tíma en við vonumst eftir en hann er núna búinn að finna gott lið, búinn að spila núna 90 mínútur leiki í 2 eða 3 í röð, búinn að æfa vel og hann er bara í toppstandi. Jói verður núna að gefa bátinn landsliði í golfi? Já, ég meina ég fagna því ef hann myndi koma í góðri fílu til okkar og vera vel hungraður og hann þarf ekki að sanna neitt fyrir neinum, hvorki mér ni þjóðinni hvað hann getur en maður vill hafa svona gaura reiða og hungraða og vera með smá blóð på tanninn og ekki verið búin að missa svona æðið til tækja. Þegar leið og þú gerir það, þá ertu bara búin að vera á þessum aldri, maður þekki það persónulega, þannig að ég spjallaði við hann núna í aðdraganda valsins og ég skynji ekkert nema mikið hungur hjá honum og mikið vilja til að hjálpa okkur. Á að vita að Sævar Atli er það ekki með, var Jói augljós fyrsti kostur eða eitthvað? Já, eftir að horfum kannski á struktúr hópsins og vorum að leitast eftir að fylla alla stöður vel og vandlega og sjáum hann fyrir okkur sem kantmann í dag í okkar liði, að þá svona vanta okkur ekki framherja kannski eins og Sævar var, þó Sævar gæti spila alla stöður, að þá var svona frekar kantmannastaðina sem vildi fylla upp í og þá var nafnið hans mjög augljós kostur. Þórir dettur út bara ástæðan fyrir því? Bara því miður, þetta er alltaf leiðilegt að ræða menn og tilkynna þeim þessar ekki gleðifregnir en við vildum, þetta stóð á milli hans og Hödda og svona leið og við föttum það að kannski það var betra að hafa struktúr í öllum stöðum og þá var það kannski hans nafn sem datt út, svo sem gerði ekkert rangt. Hann er búinn að eiga erfiðan vetur spilatímalega séð en búinn að standa sér frábælega þegar hann hefur verið í hópnum, hann að því miður þetta skipti. Orri ennþá fjárverandi bara liði ekki verið með án fyrirlegans alla undankeppnina bara mikið högg? Já, það er það. Þetta er náttúrulega, það er gaman að því í síðasta glugga hvað frakkarnir voru með vantaði marga leikmenn og allir tóku undir þann vagn, en það var allir búin að gleyma hvaða leikmenn okkur vantaði. Þannig að hann er okkar, einn af okkar superstars, má segja, og fyrirliðinn okkar og var búinn að byrja sinn landsliðsferil undir minnistjórn gríðarlega vel, en sárt saknað, leiðilegt fyrir hann, en hann vonandi kemur sterkur inn og hjálpar okkur í playoffsinu í mars. Reglulega í sambandi við hann og var hann mjög svekktur að missa þess? Já, ekki bara mjög svekktur, hann var bara heartbroken á sjálfum sér, hann var mjög, þetta var bara alltaf gaman að tala í kappan en þú vilt að það er samræður fara fram undir betri kringumstæðum en þetta, en hann var bara mjög sár, svekktur. Það kom setback í hans meiðsli því miður, líka það bara var pressa hans félagsliði og þeim búin að ganga illa og þetta eru tilfinningar sem ég þekki og tengi mjög vel við frá mínu ferli, en að sama skapi þá er þetta mjög sterkur karakter og þetta er bara áfram gakk fyrir hann og þetta er bara, ef þú ferð yfir 15 ára feril hjá leikmanni þá máttu þakka fyrir að 5 af þessum árum séu perfekt, þannig að þetta er bara eitt af þessum árum sem að þarf að bíta jaxlinn og læra af. Andri Lúkas, það er heitur framherji núna, komin að blaða með Blackburn, hlýtur að vera ánægilegt? Já, ekki bara mörkin hans, heldur bara hversu vel hann er búinn að spila, að horfa á þessi leiki, hann er bara svaggar í honum og hann er með breiðar axlir og bara búinn að vera virkilega góður, tekið stuttan tíma að finna sína fjöl hjá nýju félagsliði í mjög sterkri deild, nota bene, þetta er sterk deild championship, þannig að gæti ekki ánægður með hann. Kristján Hlins sömuleiðis heitur í Hollandi? Já, hann er, ég held
hvort það verið í fyrsta eða öðrum glugga, maður tók hann aðeins til hliðar og sagði við hann, eftir 1 ár innan ása verður þú lykilmaður í okkar liði og ég veit ekki alveg hvort það trúið mér, það vonan hann hafi trúið mér það því hann hefur óbæðin trú á sjálfum sér en þetta bara súper talent, það ekkert flóknar það muni allir eftir hann sem barnastjörnu og hvernig hann vegnaði hjá Ajax og svo bara ekkert ósvipað hjá Ísak og þessum ungu leikmenn, það kemur bara downkafli í eitthvað tímabil sem ósku venjulegt og núna hann bara bánsað tilbaka af því og þannig að hann bara virkilega góðum stað drengurinn. Verður hann í enn stærra hlutverki í þessum glugga? Já, hans hlutverk, ef við fylgjumst þess með hans framgangi núna undir minni tíð þá hefur hann að fá mínútur hingað og þangað og hann bara nýttar mjög vel og sem leikmaður það eina sem gert að nýta það mjög vel og minna á sig. Ég get orðað hann að marka á móti þjóð sem númer 2 eða 3 í FIFA ranking, það hjálpar alveg til að fá fleiri mínútur en það kemur ljós en auðvitað hann bara góðum stað, við viljum hafa alla leikmenn okkar sem að spila undir miklu sjálfstæðina, hann á mjög góð möguleika að fá góða mínútur. Gísli Gott í hópnum, var eitthvað sviðsmynd að hafa hann í U21? Nei, eiginlega ekki sko, hann búinn að spila kannski aðeins minna fyrir leik en hann búinn að starta Evrópuleiki og fá mínútur og þetta líka snýst að hann náttúrulega þekkir mitt kerfi mjög vel, hann búinn að vera núna í 2 síðustu í gluggum og bara búinn að koma sterkur inn og þetta alltaf þurft að leitast eftir leikmönnum í hans stöðu, þá svo margar spurningar sem þarf að svara en að þetta skipti þá vil að tikka hann í öll box til að halda hann hjá okkur frekar. Nýjasta stjarna Íslendinga Viktor Bjarki heitur í Danmörku, var hann nálægt hópnum? Já, þetta er náttúrulega ótrúlega framgangur sem hann náttúrulega tekur eftir og fylgist mjög vel, sérstaklega þegar menn að gera þetta ekki bara í dönsku deildinni, þetta líka stóra sögunni í Champions League en svo bara með hann og alla inn að vekja KSÍ, það bara ákveðið prótókoll í gangi hvað hann mun nýtast okkur sem best í þessum glugga, hvernig hans framþróun sem leikmaður verður og það var bara tekin ákvörðun sem að kannski kemur betur ljós seinni í dag, hver hans framtíð liggur í þessum glugga en auðvitað þetta bara ána efni frá okkur Íslinga að leikmaður sem kom þetta hátt þig og verandi svona ungur og samanburðurinn fer óhjákvæmilega til Orra og þess áttar, ekki bara þeir eru báðir ljósarir, heldur líka þeir báðir spila fyrir FC Kaupmannahöfn og þess áttar, þannig að ég held að hann bara bjarta framtíð fyrir þessi drengur en ekki þetta skiptið. Annar maður sem var ekki valinn, Gylfi Þór Sigurðsson, góður endarsprettur í bestu, var hann nálægt þér? Já, bara frábær endarsprettur, frábæran karakter og leiddi lið áfram og dreif það einhvern veginn áfram í að vinna titil en hann í þessum róster hjá okkur. Talandi að hafa leikmenn sem að kannski vildum hafa leikmenn í flesta eða alla stöður, hans staða núna er pivot og það þarf kannski engan snilling til að sjá það hvaða pivotar eru hjá okkur í dag og hver samkeppnin þannig að því miður, það mér langar virkilega að velja hann en það verður að vera réttum forsendum. Horfur þá á hann einungi sem í þessari pivot stöðu eða hvað? Já, Víkingur tók hárið ákvörðun að setja hann í pivot stöðunar og það alltaf að sjá sama sem merki með Víking og landsliðinu kannski einhver leyti, ekki öllu en hann einhver leyti, þannig að við erum vel mannaði frammi, hann klárlega ekki kantur og klárlega ekki miðvörður, þannig að miðvörstaðan er hans í dag að mínu mati, þannig að það er bara góð samkynning þar. Þetta bara markmiði fyrir þetta verkefni, það hlýtur að vera skýrt eða eitthvað? Já, það skiptum þessu bara niður, það er að vinna Azerbaijan, bara svo glaðir í að horfa leik Frakka á Úkraínumanna sem verður held í 2 klukkutímum seinna eitthvað svoleiðis, sjá Frakka tryggja sér sæti á HM og þá vitum við hvað við þurfum að gera í Varsjá. Stig dugir sem að verður æri verkefni en ég held að verkefni, eða svona skilaboð núna held ég að byrjum á Azerbaijan og svona skoðum framhaldi eftir þann leik. Stig dugir, það er eitthvað sem þú manst eftir með Víkingum gegn Blikum í úrslitaleiknum, er eitthvað sem þú getur nýtt? Þaðan ef þetta fer allt sem... Já, það er eitt sem ég geti nýtt og það er klárlega að fá ekki rautt spjald á móti Azerbaijan en ég missi ekki að leiknum á hliðarlínunum á móti Úkraínumönnum, þannig að það er eitthvað sem ég mun klárlega nýta mig en auðvitað er erfitt að fabulera eitthvað á þessari stundu en þetta er klárlega svona kannski sem fer eitthvað í reynslubakan og það er nú einu sem þannig að reynslan á að hjálpa manni, þannig að vonandi gera það í þetta skipti. Kannski bara aðeins aðsverðana, það voru vantilega öðruvísi leikmynd en var hér á Laugardalsvelli í Bakú? Já,
Ég held bara þessi leikur hérna á Laugardalsvelli verður bara alltaf betri og betri með hverju vikunni sem líður því að þetta átti að vera eitthvað grín að vinna svona lið 5-0 en staðreyndin var bara svo að við vorum bara frábæri á þessum degi og það má aldrei taka frá okkur og þeir hafa heldur betur sýnt það að þeir geta bitið vel frá sér gerðu jafntefli Úkraínumenn á þeirra heimavelli og voru nálægt því að ná öðru jafntefli á móti þeim þannig að þetta verður bara drullu erfiður leikur og við sýnum mikla virðingu nýr þjálfari sami leikstíll raun og veru en samt bara eitthvað svona aðeins skarpari áherslur innan leikstílsins og þeir væntanlega vilja líka enda sitt mót vel þannig að vilt ekki að fá eitthvað momentum inn í veturinn þannig að þetta verður bara mjög erfitt þess vegna segi við þig og alla að við þurfum ekkert að vinna leik 5-0 sjáum bara til þess að vinnum en leik. Takk hjá